Bæjarfulltrúum á og það þetta góðar upplýsingar á síðu Jafnréttisstofu heimasíðunni. En orðið laust þennan lið. Það hefur enginn beðið orðið, þá ber ég upp lið 11, breytingu á jafnréttistefnu Fjarðabyggðar 2021-2023. Þeir sem það samþykkja, þess að skefja merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 12, jafnlaunakerfi, og ég mun mæla fyrir endurskoðun á þeim reglum sem var vísað til bæjarstjórnar. Jafnlaunakerfi Fjarðabyggðar er í sífelldri þróun en árlega ber að endurskoða kerfið, það hlutaði heild og eins og áður hefur komið fram þá fékk Fjarðabyggð jafnlaunavottun í febrúar 2020 og er því komið að viðhaldsvottun. Uppfæra þarf jafnlaunahandbók Fjarðabyggðar en í henni má finna almennar upplýsingar jafnlaunakerfi fyrir sveitarfélagsins vegna jafnlaunastaðalsins IST 85/2012 ásamt öllum verkfallsreglum og tilvísun í eyðublöð sem tengjast jafnlaunastaðlinum. Handbókin er jafnframt ætluð til að skýra jafnlaunakerfi sveitarfélagsins. En orðið laust þennan lið. Það hefur enginn beðið orðið, þá ber ég upp til samþykkta lið 12 breytingar á reglum í jafnlaunahandbókar. Þeir sem það samþykkja. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í lið 13, nefndarskipan Sjálfstæðisflokks 2018-2022. Lagt er fram erindi frá Jens Garðari Helgasyni þar sem hann tilkynnir að hann muni framlengja leyfið sitt frá bæjarstjórn til 1. september 2021. Orðið laust undir þessum lið. Það hefur enginn beðið orðið en þessi liður er ekki afgreiddur, hann er bara lagður fram. Þá erum við komin í lið 14, það er forkaupsréttur að áka í Brekku SU 760, skráningarnúmer 2660. Gullrún EHF í Breiðdal hefur gert kauptilboð í bátinn Einar Hálfdáns í S11, skráningarnúmer 2790. Seljandi Einars er Vebjarnar Núpur EHF. Hluti kaupsverð er greiddur með öðrum bát sem er Gullrún EHF. Nei, það er seljandi. Gullrún áka. Já, sem er nákvæmlega kaupandi. Sem á fyrir nánar tiltekið áka í Brekku SU 760, skráningarnúmer 2660. Engar aflaheimildir fylgja með áka í Brekku og óskar eftir að Fjarðabyggð falli frá forkaupsrétti að áka í Brekku. Er orðið laust þennan lið? Það hefur enginn beðið orðið og þá ber ég lið 14 upp til samþykktar að bæjarstjórn nýti sér ekki forkaupsrétt að bátnum áka í Brekku SU 760, skráningarnúmer 2660. Þeir sem það samþykkja. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Bæjarstjóri hefur óskað að taka aðeins til máls. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég óska eftir því fórst að fá að taka til máls og leita aflega frá dagskrá og greina frá náttúrulega þeim tíðindum bara hér sem voru settar á heimasíðu Fjarðabyggðar í gær að í gær voru við kvaddir til fundar við heilbrigðisráðuneytið, fulltrúar sveitarfélagsins, reyndar það boð kom seinnipartinn í fyrradag og málefni hjúkrunarheimilanna. Þar var okkur tilkynnt í gær á þessum fundi í gær morgun að heilbrigðisráðuneytið hefði ákveðið að HSA, Heilbrigðisstofnun Austurlands, tæki við rekstur hjúkrunarheimilanna hjá okkur frá 1. apríl næstkomandi, eins og með munum þá tekur uppsögn okkar gildi þá sem við sendum inn að bæjarstjórn sendi inn hér á síðastliðna ári og jafnframt að okkur bæri að vera í samskiptum við HSA málið áfram. Við höfum svona bara sendum út fréttatilkynningu strax þar og erum að byrja þær viðræður bara núna þessi aðilaskipti, við getum kallað það þannig, á rekstraraðila þarna og okkar
markmið bara eins og hefur alla tíð verið í þessu og við höfum haldið skýrt á lofti gagnvart ráðuneytinu og Sjúkratryggingum Íslands sem var nú okkar viðræðu aðili lengst af að eftir ráðuneyti benti þangað að þetta verði gert með þeim hætti að heimilisfólk, íbúar hjúkrunarheimilin og það góða starfsfólk sem þar vinnur verði sem minnstu raski í þessum efnum og það er okkar stefna áfram og við kynntum það í gær á fundi heilbrigðisráðuneytisins og munum gera það áfram á næstu dögum í samskiptum við ráðuneytið og Heilbrigðisstofnun Austurlands. Þannig að þetta er nú bara svona til kynningar hér að það er þá komin ákvörðun sem við getum sagt að sé gott í því eftir þessa bið sem við höfum verið og þessu langa ferli sem við höfum nú lengst að þurftum að bíða eftir samskiptum á þang til óskum eftir því formlega nú í janúar með bréfi að þessi samskipti hæfust og leiddi til þessara tilkynningar í gær þar sem okkur var tilkynnt þetta á fundi. Það var svona ekki fleiri sem ég greina bæjarfulltrúum greina frá í þessum tengslum nema þetta sé hafið þetta ferli. Takk. Þá er dagskrá fundarins tæmd og næst verður boðið til fundar með dagskrá og sá bæjarstjórnarfundur verður 21. mars næstkomandi. Ég þakka fyrir fundarsetuna og segi hér með fundi slitið.